Já, því miður fyrir ykkur sem hafið engan áhuga á Evrópukosningunni næsta laugardag þá þátturinn í kvöld barmafullur, fleytifullur af pælingum Evrópumálin og við höfum hér síðustu vikur. Kæru hlustendur og áhorfendur leitt tugi Íslendinga að umræðu borðinu og við verðum að alveg fram á föstudag. Nú ætlar hann Auðun Arnórsson, stjórnmálafræðingur, að ræða við mig þessi mál. Vertu velkominn, Auðun. Takk. Eitt af því sem að mínir svona Facebook-vinir hafa verið að ræða í morgun, það viðtal Björns Malmkvist í Ríkisútvarpinu í morgun við mann sem heitir Ketil B. Alstadheim, held ég. Hann sem sagt ritstjóri stjórnmálafrétta á norska dagblaðinu Aftenposten. Hann hefur skrifað bækur tíðindi í Noregi og hann svolítið að bera saman hérna umræðin í Noregi við Ísland. Það að segja umræðin í Noregi 1994 þegar þeir gengu ekki í ESB. Honum finnst kannski áhugaverðast hvað lítið rætt hér í upptakti þessara kosningu, hvað EES-samningurinn stendur völtum fótum. Geturðu aðeins komið inn í það? Ertu sammála því? Já, það rauninni bara á við. Nú hann búinn að duga eða svona, hann var aldrei gerður þegar hann var gerður sem fyrir vel yfir 30 árum, 92 sem hann var undirritaður, frestaðist fullgilding vegna þessa Sviss fjallur datorskaftinu. Já, það sem þetta sem sagt vel yfir 30 ára gamall samningur sem sem sagt lausn gerdagsins, má segja, sem hentaði og hefur getað dugað utan svona kjarna hagsmuna Noregs og Íslands í samstarfi við Evrópusambandið. En það reynir alltaf meira og meira á eftir því sem lengra líður á svona veikleika samningsins og það það sem þessi norski blaðamaður að tala um. Hverjir eru veikleikar svona? Það í Noregi reyndar nú komin heilmikill innleiðingar hallaslóði eins og það kalla innleiðingar halli. Það sem sagt það eru EES-gerðir sem bíða þess að séu leiddar inn í landslög í EES-löndunum og sá slóð orðin svolítið stór í Noregi vegna þess að það eru mál sem eru bara pólitískt umdeild, tengjast orkumálum og fleiru sem þeir það var lengi verið að draga lappirnar með að innleiða og það svo aftur að hafa áhrif líka á innleiðingu þessara sömu gerð á Íslandi. En lengri slóði í Noregi en hér? Já, það nú lengst verið öfugt, sérstaklega þarna eftir hrun að þá var slóðin orðin lengstur hér. En svo var svona gert svolítið átaki að vinna hann upp hér og þetta kannski ekki en það eru sem sagt nokkrar gerðir sem bíða þessa sem sagt eins og þetta virkar þá eru þessi sameiginlegi EES-nefnd sem ákveður hvaða nýju Evrópusambandsgerðir eru á gildissviði EES-samningsins og eiga þess vegna hljóta innleiðingu í EES-löndunum eða sem sagt EFTA-löndunum í EES eiga að vera teknar inn í EES-samningin eins og við kalla þess vegna alltaf að bætast við hann en það sem sagt það eru ýmsir svona hnökrar á því að verða með árunum og vegna alls konar atriða reyndar. Ég nefndi þetta með það bara einfaldlega sum mál svona innanríkispólitískt umdeild í Noregi sem svo hafa áhrif á þessa innleiðingu í norska þinginu og sem náttúrulega svo sem svipað eins og hefur gerst hér þó að það nú bara verið tekin svo lína almennt held ég hér að bara
það hefur nefnilega furðu lítið þrátt fyrir að við höfum bara raunni innleitt allt sem kemur inn á borð hjá okkur þá hefur furðu lítið af því sko í rauninni rekist á við nokkra íslenska hagsmuni, þannig að þetta nú verið allt svona býsna tíðinda lítið, en náttúrulega einn gallinn sem Norðmönnum er tíðrættara en okkur er einmitt að svona ein lýðræðislega umræða sem tilheyrir löggjafarstarfi í sko lýðræðissamfélagi, hún er bara fjarverandi þegar EES-gerðir er að ræða. Það er einfaldlega löggjöf sem er smíðuð annars staðar án nokkrar aðkomu eða umræðu sko grundvöld þeirra löggjafar, þó að einhverjir sérfræðingar frá Ísland og Noregi geta tekið einhvern þátt í mótun nýrra löggjafar í Evrópusambandinu, það er hún mjög í skötu líki, líka vegna þess að hún getur tekið miklum breytingum í meðförum þingsins og svo framvegis, þannig að sem við höfum enga aðkomu að. Þannig að þetta er bara einfaldlega orðið þannig að já, þetta er sem sagt áskrift af löggjöf sem aðrir búa til, og hún hefur reynst okkur vel þrátt fyrir það. Þetta er vönduð löggjöf upp til, eða sko megninu til er þetta vönduð löggjöf, það er einfaldlega búið að rannsaka svo mikið, og hún er að koma aðeins í margar hendur af nýrri Evrópulöggjöf, þannig að hún er kannski miklu vandar mörgu leyti heldur þessu löggjöf sem kemur frá Alþingi. Hún er stundum svolítið svona tilviljanakennd og ekki kannski lögð eins mikil vinna í smáatriðin og spá í afleiðingar og svo framvegis allt. Nei. Þannig að sko, og þetta er náttúrulega löggjöf sem er gerð til þess að sko geta virkað í ólíkum aðstæðum í ólíkum löndum. Þetta er náttúrulega það mörg lönd sem þessi löggjöf, og þess vegna er líka alltaf vist svigrúm til innleiðingar. Þessar svoköllu tilskipanir, þær hafa jú líka í aðildarríkjunum vist svigrúm til innleiðingar. Það eru bara þessar svoköllu það er minna notað að gefa út löggjöf sem tekur beint gildi í aðildarríkjunum. Það er algengast að Evrópulöggjöf sé í formi þessar svokallega tilskipana sem er kannski ekki besta þýðingin á directive. Það er einmitt að það er svigrúm til innleiðingar til að laga nýja Evrópulöggjöf að aðstæðum á hverjum stað, og Íslendingar hefur nú kannski oft mátt nýta það svigrúm betur. Það er þessi svokallaða gullhúðun. En það sem ég vildi bara segja er að í rauninni það sem allir sem hafa verið að fylgjast með EES-samningnum í allan þennan tíma, hann hefur sína galla sem gjarnan er svona lítið talað á meðan hann fungerar í stórum dráttum, og það sem er kannski mesta hættan, eða var alveg ljóst frá upp að væri svona mesta hættan og hefur leitt til þess hvað Ísland og Norður eru þó hvað maður að segja hlýðnir í því að innleiða allt saman, því að það er alltaf áhætt að tekin, það er einfaldlega í samningnum þannig ákvæði, man ekki nú með hvað það er, að ef að eftir EES-ríki eða Íslandi eða Norður eða lítast að myndi neita innleiða eitthvað tiltekna gerð sem er búið að ákveða að sé varði gildisvið EES-samningsins og eigi þess svona innleiða, ef að það bara ef það kemur bara þvert nei við innleiðingu, þá fellur úr gildi allur sá kafli samningsins sem svo gerð tilheyrir. Og þar með er náttúrulega einsleitni löggjafar á EES-svæðinu sem er aðal inngangurinn með EES-samningnum úr sögunni, og EES-samningurinn sjálfur allt EES-samstarfi í uppnámi. Þannig að það er þessi áhætta sem er alltaf fólkin í því að neita innleiða einhverja tiltekna gerð, þess að alltaf reynt að finna einhverja leiðir til þess að heita eitthvað annað, sko, ef það þarf einhverja mikla aðlögun, ef er eitthvað pólitískt erfitt vegna einhverja tiltekina skerða.
eins og mér veist nú þessi umræða sem hér var svo kallega þriðja orkupakka, hann snerist aldrei það sem í rauninni stóði í þeim lögum, það var aldrei neitt vandamál innlega hann hér á landi í raun, þetta var bara stormur í Tvepolla sko. Lýðskrum. Já, má kalla það. Þannig að það er ekki gott dæmi þetta sko, en sem sagt það ef að Ísland hefði bara neitað innlega þá gerð, þá hefði bara öll löggjöf og sviði orkumála dottið úr gildi á öllu EES-svæði, það er að segja líka fyrir Noreg sem náttúrulega ennþá stærra mál fyrir þá sko. Svo er ekki þannig að þessi veikleikar hafa verið þekktir frá upphafi, en það hefur alltaf verið vilji til að sko láta þetta samt ganga upp en svo eftir því sem lengri tími líður og það sem Norðmenn náttúrulega eru að finna fyrir þetta áhrifaleysi á samningu nýra Evrópulaga og þeir eru jú miklu stærri en við og hafa líka ákveðnum sviðum ansi mikill hagsmuna að gæta, þannig að þeir finna mjög fyrir því að vera bara lobbyist út á gangi sko þegar þessi löggjöf búin til í Brussel. Svo meiri óvissa með tolla núna heldur en hefur verið svolítið skeið fyrir þá sem ætla sér að standa utan sameiginlegrar viðskiptastefnu Evrópusambandsins. Jú. Nú það hægt að segja upp samningnum bara með ársfyrirvara, það er ekki allir sem vita það er nú ekki meitlað í berg. Og það er líka vert að sko nefna að þó að Evrópusambandi hafi sko verið býsna svona í möði kominu sem að sletti áttan sko, að það er að segja sætt sig við að samningurinn hafi lifað af þarna með norska neyinu 94 og látið þetta ganga, þá hefur vitneskja þetta algjört jaðar fyrirbæri sko í þessu evrópska löggjafarkerfi og það eru fáir embættismenn í Brussel sem vita tilvist þessa samnings og svo hann auðvitað bara einfallega vegna þess að hann svo mikið jaðar fyrirbæri sko, að þá líka það er ákveðin veikleiki líka sem af því að það var stofnað til hans með allt öðrum hætti þar sem þáverandi EFTA-ríki voru þá stærsti viðskiptaaðili þáverandi Evrópusambandsríkja en Svo heyrir maður sko rosalegt magnabulli núna síðustu dagana fyrir þessa kosningu og lígar og alls konar fals og áróður, en líka sko sá hluti umræðunar sem að ætti kannski vera gagnlegri og hófstiltari, hann samkvæmt þessum norska blaðamanni líka líklegur til þess að hitta ekki mark og þá hann búinn að bera saman umræðuna hvað menn hafa sagt í Noregi og hvað hefur gengið eftir og hann til dæmis skoðaði leiðtoga umræður norskra oddvita þarna 94 og þar voru til dæmis flestir sammála því að á jáhliðinni var því til dæmis haldið fram að olíuævintýri Normanna yrði senn á enda og þess vegna yrði það að ganga í Evrópusambandið og neilhliðin sagði að ríkin í Austur-Evrópu myndu aldrei verða samþykkt sem aðildaríki en þú veist, bara tvær staðreyndir sem reyndust gjörsamlega marklausar en var mikið keyrt á og mann grunar að það sé svolítið hér þannig líka að auðvitað vitum við náttúrulega við getum spáð einhverju, við getum kalkulerað og okkur finnst sum tjáning betri en önnur en í raun vitum við ekkert til dæmis hvað kemur út úr samningaumræðum fyrr en samningurinn liggur á borðinu. Við getum endalaust rifist við sjálf okkur hvað kannski stæði í samningi en það getur aldrei verið byggt á staðarendum, það kemur ekki ljósnæma í samningum. Einmitt. En ég hef tekið eftir því að þú hefur sko verið þú beitt þér töluvert undangengnar vikur, þú skrifað, það 5 eða 6 greinar í heimildinu? Já, nú svo 7. á að koma núna með daginn, lokagreinin í greinaflokki þetta. Búin að skrifa 6 og 7. leiðinni, hvers vegna ertu að þessu? Ég sko eins og ég menntaður á þessu sviði og
Ég skrifaði sko, sem blaðamaður þá á sínum tíma, ég var nú fyrst á Morgunblaðinu og svo Fréttablaðinu lengi fyrir hrun sko og vorið 2009 með því ég var að ljúka mínum tíma á Fréttablaðinu þá kom út bók eftir mig það hvernig það sem ég einfallega tók mig til og útskýrði hvernig aðild að vera Evrópusambandið fara fram og greindi eins og hægt var á þeim tíma þarna áður en umsóknin var reyndar samþykkt og sendi Brussel þarna sumarið. Bókin kom út í maí og heitir Inni eða úti aðild að vera Evrópusambandið. Það sem ég reyndi líka að greina samningsstöðu Íslands eins og hægt var að meta hana á þessum tíma í öllum þessum 35 samningsköflum eða 33 sem eru eiginlega efniskaflarnir og svo eru hinir 2 svona formsatriði. Og það er svona fannst mér renna blóðu til skyldunar að svolítið endurtaka leiki núna fyrir þessa atkvæðagreiðslu og reyna að leggja mitt að mörkum til að leggja eitthvað uppbyggilegt til umræðunar. Uppbyggilegt, já. Ég allavega sem ég vil líta á að sé svo, já. Að sé byggt á bara bestu þekkingu á málinu sem hægt er að afla. Já. Þú minnist á að þú hafi verið blaðamaður á Mogganum og Fréttablaðinu. Fréttablaðið er dautt. Ég vann síðasta daginn á Fréttablaðinu sem það kom út og margir sem að harma það. En hvað var það Moggan? Þinn gamla vinnustað. Já. Bara í dag þá er forsíðan bara af sama krafti. Það er stækkunarstjórinn núna, orð hennar dregin í efa. Það er allt dregið í efa. Það er sáldrað endalausum efasemdum. Já, það er bara áróður, jú. Já, áróður og náttúrulega forsíðufréttin á laugardaginn var svakaleg og það sem að þessi prófessorar þarna þurftu að senda frá sér yfirlýsingu. Já, en er það ekki líka þannig með vegna þess að það er gengið svo langt að þá hreistur fólk bara hausinn og tekur ekki mark á neinu? Jú, það er. Mér sýnist það eiginlega frekar að vera þannig að svona að reka fjölmiðil með þessum hætti grefur bara enn meira undan trúverðleika hans hjá almenningi þannig að hann hættir að taka mark á nokkru sem kemur fram í blaðinu. Þannig að þú ert ekkert endilega viss að þeir blaðamenn Moggans sem hamast að margir telja vegna eigendavaldsins hamast í hlutum og reyna að ná negi út úr laugardeginum. Þú ert ekkert endilega viss að þeir hafi árangur sem við þig? Nei, ég held að bara íslenskur almenningur bara það náttúrulega fólk hugsar bara sitt og þegar áróður gengur svona langt þá auðvitað það svo augljóst. Þegar ekki eins og reynt að vera með neina svona hlutlausa umfjöllun heldur eingöngu keyrt á í rauninni bara alls konar vísvindandi mistúlkunum og slagorðum sem byggjast ekki á miklu fólk auðvitað sér það held ég, flestir. Finnst þér þetta ekki ótrúlega hraður snúningur á skömmum tíma síðan þú varst þarna starfa? Nei, sá snúningur varð haustið 2009 þegar nýjir eigendur réðu Davíð Oddsson sem ritstjóra og Ráku Ólaf Stephensen en þann dag í dag held ég mjög ötull talsmaður eingöngu Íslands í Evrópusambandið þannig að það er náttúrulega mikil umskipti en þau urðu strax fyrir það eru 17 ár síðan en Morgunblaðið var samt ekki. Mér fannst Mogginn halda grímunni miklu betur. Hann hefur algjörlega fellt hann núna. Já, það Morgunblaðið orðið miklu minna en það var. Mínum tíma þarna þá voru alltaf 100 manns á ritstjórninni og öllum mögulegum áttum og ólíkt fólk, ekki bara tengt einum flokki eins og núna er. Nei.
einum, þetta nú kannski að maður deilum það hvort það einn flokkur sem... Eða einni típa af eigendavaldi, það kannski mætti líka spila þannig. Já, það hans ólíku saman að jafna þó að ég meina menn eins og Andrés eru ágættir sko en hann bara svo pólitískur, hann stæðst ekki mótið að fara bara alla leið í pólitíska nárar og vera ekkert að reyna flytja einhverjar hlutlausar fréttir, hann nennir því ekki. Nei, en ég sé það á skrifunum þínum og ég heyri það þegar maður hittir þig að þér svo sannarlega ekki sama og þú leggur mikið í þetta en sko verðum við ekki samt að viðurkenna það að gallin við tímasetningu þessarar þjóðar atkvæðagreiðslu á laugardaginn svolítið sá hvað fjölmiðlun veik og bjöguð og í miklum sárum sem stendur og svo jafnvel sagt að þú getur keypt þér loka niðurstöðuna ef þetta frekar jafnt vegna þess að það sé engin löggjöf sem hindri þá sem eiga flestu milljarðana í að dæla auglýsingafé og kannski kaupa sér niðurstöðu á loka sprettinum. Á þetta hefur til dæmis fjölmiðlan bent sko, það hefði verið betra að sjá til þess að hér var búið að innleiða til dæmis Evrópulöggjöf bann við pólitískum auglýsingum og samfélagsmiðlum sko. Kaldhæðnislegt. Og líka bara að koma betri vörnum gegn erlendum afskiptum af kosningabaráttu sem maður hefur náttúrulega orðið var við eins og móti þó aðlega á samfélagsmiðlum og svo náttúrulega líka þegar þetta svona komið úr höndum stjórnmálaflokkana þá ekki heldur þær hömlur á fjármögnun frá þessum óþekktum aðlum, þessum erlendum sem annars eru á kosningabaráttu á Íslandi. Þannig að það hefði mátt líka setja skýrari reglur til að takmarka möguleika hugsanlega erlendra aðila til að hafa áhrif á niðurstöðuna. Það hefði þurft að þá setja reglur og fylgja þeim eftir sko, sem ekki tilfellið, þannig að þetta svona svolítið vilda vestur hér gjörðin utan þessa baráttu og sem þá líka opnar svolítið dyrnar fyrir svona afskipti sem auðvitað mjög bagalegt. En persónulega hef ég samt orðið lítið var við það sem kannski svona augljósað erlendar tilraunir til afskipta, það meira verið bara bottar sem að reyna að hafa áhrif á sko hvaða svör í umræðinu á samfélagsmiðlum sko, það kannski helst þar sem verður vart við þetta. En náttúrulega eins og segi þetta regluleysi líka pólitískar auglýsingar, það bagalegt. Já, þegar maður velti fyrir sér sko hugtökum eins og jafnvægi, réttmæti, sanngirni, þessi hugtök geta fallið milli skips og bryggju núna á loka sprettinum ef allt stendur jafnt og peningavaldið kaupir sér niðurstöðu. Og líka í svona, þá hefur kannski verið ágætt að semja bara það fyrir að fela einhverjum ákveðnum hlutlausum aðila svona stöðugt fact-check hlutverk sem fólk geti leitað til til þess að minnst á þess að vera smá fæling á sko mesta bullið en það ekki heldur, þannig að bullið hömlulaust. Þannig að við erum að kjósa alveg risastórt hagsmunamál þar sem að svo mikið undir eins og maður finnur þegar maður les greinina þínar, þú ert allavega þeirra skoðunar á sama tíma og umhverfið alveg hriplegt. Já, og það sem kannski einna bagalegast finnst mér sko hvað breytt staða Íslands í alþjóðasamfélaginu einhvern veginn virðist skipta fólk litlu máli, því það sannarlega þannig, fólk verður að átta sig á því hvað alþjóða umhverfið hefur breyst mikið með bæði einrásarstríði Rússa í Úkraínu sem náttúrulega alvarlegasta brot á alþjóða rétti í álfunni bara síðan nasistar voru hétu á sínu tíma og og svo þarf ekki annað en að lesa sko utanríkis stefnu
það stendur allt svart og hvítu stefna Trump-stjórnarinnar gagnvart Evrópu er náttúrulega algjörlega ótrúlegu lestur ef maður hugsar til hlutverks Bandaríkjanna gagnvart sínum bandamönnum í Evrópu á síðustu áratugum. Það er gersamlega gerbreytt viðhorf valdamanna í Washington, núverandi að mista kosti. En það er hætt við að það líka verði svolítið varanleg breyting. Jafnvel þótt Trump fari frá. Þá er orðið mikil breyting á því hvernig Bandaríkjamenn sjálfur skynja sér hlutverk í heiminum og gagnvart sínum bandamönnum og það er eitthvað sem Íslendingar verða að átta sig á. Það er, sámur frændi er ekki samur. Þannig að þín skoðun er svo að þeir sem voru skeptískir 2009-13 að það sé komið leikurinn hafi breyst svo mikið að sum okkar ættu kannski að endurskoða fyrri afstöðu í ljósi. Bara ég held besta dæmið er einfallega að líta til þess hvers vegna þurfti Trump að svona minnst setja Grænlandsmálið á pásu, hann er bara sett í nefnd, það er ekki leyst ennþá. Fólk það líka átt að segja á því, þetta er ennþá óleyst mál. Hann með þess að nýlega ítrekkaði Bandaríkin yrðu að fá yfirráð yfir Grænlandi, þannig að það er ekki búið. En það sem hindraði hann í framkvæmd þessar áætlunar að innlima Grænland með einhverjum hætti í Bandaríkin var samband Grænlands við Danmörk og að Grænland og að sem sagt Danmörk í Evrópusambandinu og tollabandalagi Evrópusambandsins. Heldur hann hefði tekið Grænland ef Danmörk hefði ekki verið í? Já, það er hans að hætti því, þá hefði ekki það er það sem hefur orðið Grænlendingum veit ég mjög til umhugsunar ef að þeir hefðu verið orðnir sjálfstæðir, hefðu haft átt miklu erfiðara með að standast þessa atlögu úr þessari ólíklegu átt en einmitt vegna þess að Grænland er samkvæmt þjóðarétti en þá hluta af danska konungsríkinu og danska þó að Grænland út af fyrir sig, þetta er náttúrulega svolítið flókið, ekki aðilega Evrópusambandið, það er náttúrulega Danmörk það og Danmörk er innan tollabandalagsins og það er tollabandalagi sem varði Danmörku og þar með Grænland líka gegn því að Trump beitti einhverjum svakalegum refsitollum gegn Danmörku og Grænlandi til þess að þvinga þá Danmörku til að láta sínum vilja hann gat það ekki með vegna þess að Danmörk er í tollabandalagi Evrópusambandsins og það ætti að vera mjög mikið umhugsunarefni fyrir okkur Íslendinga þar sem við erum ekki hluta neinu slíku, erum bara ein á báti hér í EFTA er svo sem ágætt eins og það er en það veitir enga vernd gegn slíkum hugsanlegum þvingunaraðgerðum frá Bandaríkjunum með öðrum stórveldum sem vilja koma einhvern vilja fram gegn litla Íslandi. Þar væri við bara, ef við ímynduðum okkur að Trump-stjórnin fengi einhvern álíka áhuga á Íslandi og Grænland og Ísland er jú svona strategískt séð í mjög svipari stöðu og Grænland með næstum samhljóða tvíhliða varnarsamning frá sama tíma 51 ef við bara ímyndum að það kemi einhver álíka allaga að þá væru við algjörlega varnarlaus það var hægt að skella á okkur 200% refsitollum og ég veit ekki hvað stöðva bara setja íslensku utanríkisviðskipti af algjörlegu skorðum og þannig að þetta er það sem við ættum að hafa í huga hvað er runni svo áhætta sem líka fylgir þá óbreyttu ástandi að leita ekki skjóls í bandalagi við
þau ríki sem við eigum í nánustum samskiptum við og viðskiptum sem augljóslega eru Evrópuríkin og Norðurlöndin náttúrulega sérstaklega. Hvernig skýrir þú sem blaðamaður, fyrirverandi og stjórnmálafræðingur og þú ert sagnfræðingur líka, hvernig skýrir þú sko eiginlega þjóðhverfin og mér liggur við að segja mikilmennsku brjálæðið sem að speglast í þeirri hugsun, þetta eru nokkuð háværar og vinsælar raddir að við eigum að fá allt fyrir ekki neitt. Í þetta svolítið kannski tilheyrir bara eigaskeggja mentalitetinu sko. Og að standa út úr. Fylgir því að búa hér á afskektri eyju sem hefur samt tekist að byggja upp góð lífskjör, þá auðvelt að finnast að hér sé bara allt best og í útlöndum sé bara allt ómögulegt og með því bara að láta eins og útlönd skipti Ísland ekki máli að þá en það satt að segja held ég frekar birtingamynd þessarar blöndu af mikilmennsku brjálæði og minnumáttar komplex það nú oft tvær hliðar á sama peningi þar sem með þess að oft kemur fram í þessari umræðu að Ísland var á lítið til að geta haft nokkur áhrif í Evrópusambandinu. Ég meina, við höfum engin áhrif eins og en við hefðum áhrif ef við værum við borðið. Það yrði að taka tillit til okkar hagsmuna líka. Þannig að þetta ansi skrítin umræðastundum, en kannski skiljanlega einhver litið einfallega vegna þess að við erum hér út á okkar eyju og eigum hér söngvað að stríð eigi sér stað í vonda útlandinu langt frá Íslands ströndum sko. Og þessi svona sjálfsímynd að hér sé bara friður og velmegun og hún sé einhvern veginn óháð umheiminn, en það náttúrulega alls ekki þannig. Eins og ég segi, þetta mjög opið og mjög útflutningsdrifið hagkerfi. Við erum mjög viðkvæm fyrir öllum breytingum á alþjóða viðskiptaumhverfinu og það bara má heita að sé svona einhver heppni að við höfum náðað sko að það hafi ekki lent illa á okkur hingað til. Það virtist nú þar vera aðalatriðið að í vöru skipta jöfnuð Íslands og Bandaríkjanna, þá kemur það þannig út að Ísland flytji meira inn af vörum frá Bandaríkjanna heldur en flyttir af vörum til Bandaríkjanna. Það verið það eina sem Trump finnir skipta máli í ekki viðskipta jöfnuðurinn sem slík, heldur bara vöruskiptin. Þannig að þetta náttúrulega verið alveg ótrúlegt að horfa upp á, en allavega við höfum sloppið hingað til, en það náttúrulega engin ábyrg stefna að setja bara ætla bara láta fara hægt sig og vona bara úlfurinn farið framhjá sko, þú veist, það ekki ábyrg stefna þegar maður tala hagsmuni ríkis og þjóðar. En á öllu því sem þú hefur sagt, og við verðum því meður að setja punkt núna, þá vekur það hvað mest athygli mína að þú ert alveg viss um það, eða þú telur að líklegt að Trump hefði tekið Grænland ef Danir væri ekki með ákveðin yfirráð yfir Danmörk og Danir væri hluti af ESB. Já, mér finnst það algjörlega að blasa við. Það var samstaða tollabandalæð og samstaða Evrópusambandsþjóðanna sem setti Trump á endanum stólinn fyrir dyrnar með þessa, enda hefði náttúrulega líka eiginlegt NATO með því að stemdi allt í það, bara alltaf þetta brot á öllum ákvæðum Atlantshafssáttmálans að alltaf innlima landsvæði annars bandalagsríkis, það er þetta fáheyrt sko. Þannig að það hefði bara skilið NATO líka eftir í algjöru uppnámi sem það náttúrulega, það í miklu uppnámi og NATO þjóðurnar í Evrópu eru að þétta hópinn og reyndar með Kanada og til dæmis að sjá til þess að þið geti
vígvæðist án þess að vera háð bandarískri hergagnatækni. Það einmitt mjög sérstakt. Það einfallega afleiðingin af þessu. Já. Hvernig heldur þetta fari? Loka spurning á laugardaginn. Já, við höfum séð þetta í könnunum að þetta mjög jafnt og margir voru, og tiltölulega margir voru óákveðnir, en að kjörsókn og stemning á kjördag getur ráðið úrslitum. Ég hrættur Þannig að en ég þú vona ekki þetta, spá. sko, mér finnst augljós hvað sé skynsemis valkosturinn. Það engin áhætta tekin, jafnvel fólk sem mjög efins að Íslandi í heimi Evrópusambandinu tekur enga áhættu með því að segja já í þessari atkvæðagreiðslu, en eins og gætum við með því fengi loksins svör við spurningum sem við Íslendingar búin að rífast og klopnast í fylkingar út af í áratugi, og það væri svona tækifæri til að loksins fá þeim spurningum svara sem einfallega yrði ekkert svarað ef að svarið yrði nei. Og líka það ju ákveðin áhætta tekin með því að segja nei, að því þar með erum við að útiloka valkost á þess að við vitum hvað í rauninni í honum felst. Og ég finnst það ekki skynsamlegt að útiloka valkost þannig séð það óþörfu. Einmitt, kæra þakki fyrir komuna. Takk. Auðun Arnórsson. Við höldum áfram þessari umræðu, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.